Svei mér þá. Ég heldur sig að fara yfir Kristján heiti ég Ólafsson og ég segi nú bara oh my god, oh my god, oh my god. Sir. Já, góðan dag. Ég keypti hérna trúarsannfæringu hjá okkur daginn. Ég ætla að fá skil henni. Það búið að gera grín að henni. Hanna, Geir. Já, granni. Hanna, sko, ég segi nú bara eins og í sálmunum. Jesús er besti vinur brandaranna. Nú erum við vondum málum, nú endum við í bálum. Mér finnst þetta nú óttalega klekkjað nú að segja það. Hanna, sko, hvað er ég að gera núna? Sko, akkurát núna, svona lábáðsleikur svona. Út í messu. Nei, gera svolítið alveg ákveðið svona, eitthvað sem að allir gera einhvern tíma svona. Horfa spöggstofuna. Nei, ég er að gespa gólunni alveg. Já, ég ætla sko ekki að láta Jónana mína gespa gólunni út í veður og vind. Hanna, verka þessu böndina. Þessi. Og þá er þessi allur. Hanna, þá hef ég þá alla í skjóðunni. Komast allar þessar sálir fyrir þessari litlu skjóð? Já, elskan mín góða. Þetta eru svona smásálir. Hér má ég til að tylla mér snöggvast og kasta mæðinni. Nú verður að fara í megrun, það er alltaf þröngt í skjóðunni. Ég hélt ég nú laus við þessa brandara þegar ég laus við skrokkin. Ég hélt það nú líka, en þú ert greinilega líka svona feitur í anda. Æ, hætti þér þessu spaugi augnablik. Þetta er ekki á nokkra mannesku leggjan. Bíðu nú við, hvað var þetta? Já, það er eins og stendur í sálminum. Fordæmdir klifra upp klettarið, en kveina og rapa niður á við. Já, það er það sama sagmaður. Vera með svo, já, þið eru sko ekkert búin að heyra mitt síðasta í þessu máli. Það er ekki spurningin. Verandi svoleiðis vaðandi yfirmann, svona, hvað halda þessi kallar þið síðan? Nei, er þetta þú, Ragnar minn? Já, það er alltaf sama sagan með þess að skýjaklópa og svona. Þarna uppi svoleiðis, þeir hafa svoleiðis vaðið yfirmann og skítum engla blöðkonum og svona. Maður veit bara ekkert hvaðan þessi stendur veðrið og svona. Og talandi veðrið, þá voru náttúrulega veðrið ekki til þess að hrópa húrra fyrir, það er ekki spurningin og svona. Og ég vil nú segja það að þessi veðurguðir, þeir ættu nú bara að skamma sig, vera með svona alla tíð og svona. Og nú er mér bara nóg boðið og nú hringi ég í þjóðarsáluna, það er ekki spurningin. Heldur þú ætti nú að vera því, Ragnar minn? Já. Úr því að búið er að úthýsa þér úr himnaríki. Já, þegið þú kerling svona. Og þetta er ekkert bjóð með svona framkom. Já, halló? Já, halló, er það þjóðarsálin? Ef þú vilt. Já, góðan dag. Já, ég heiti Ragnar Reykháls og ég er 25% öryrki. Ragnar þó, þú ert engin öryrki. Já, ég er víst þeirri öryrki, sko, það vantar á mig 25%. Sko upp á það að ég sé eðlilegur maður og hæð, það er ekki spurningin. Heyrðu, já, ég ætla að kvarta hérna aðeins. Auðvitað viltu kveina og kvarta. Ég kannast við róminn hreina og bjarta. Hér heldur síman sá er þér fagnar. Sæll vertu, komdu fagnandi, Ragnar. Andskotið sjálfur. Já, alveg hárrétt. Mín einmanna sauður í tómri fjárrétt sem á nú að grillast á opnu máli. Á ég að tala í bundnu máli? Já, Ragnarinn minn kær, það er rétt til getið. Á rassinum verður í lengur setið, því nú ertu minn, bæði heill og halvur. Nei, verðu mig góði jættan sjálfur. Ég leyfi engum vesalum vítisbóum að vaði yfir mig af skítugum hófum. Því yfirgang hef ég aldrei liðið. Þú ætlaðir inn gullna hlíðið og hvernig gekk? Það var læst og lokað og ræsingunni varð ekki þokað. Hvað gerðirðu þá? Nú ég barði og barði,
þá birtist þar karl sem á mig starði og sagðist loks heita Sankti Pétur. Þá sagði ég dyravarða Tetur. Hvert andskotan spyr ég á að þýða að annars ekki og láta mann standa og bíða? Hvað heldur þá að þrællinn geri? Hann þrumar hurðin á nefið á mér svo það var nánast að smjöri. Já, svo stendur maður hérna og látið yrkja í svo vitturingur og svona. Það ándur engin þurr þótt að sé ekki allt jafn dýrt kveðið. Og nú stend ég ekkert lengur í þessu svona hagyrðingaströggli. Það var gjörsamlega út í hött. Ég yrki ekki stafkrók meir nema ég sé settur á stafslaun. Svona stað. Æ, voru þeir óblíðir við þig þarna í efri byggðum, Ragnar minn? Já, það náttúrulega bara mitt prívat málkelling og svona. Já, þú hefur nú líka eitt og annað á samviskunni. Já, samviskunni? Já, eins og hvað til dæmis? Já, þú hefur nú eflaust brotið gegn almættinu af og til í gegnum tíðina. Nei, ég náttúrulega hef aldrei, ég ekki svoleiðis og ég er svoleiðis með hreina samviskukelling að það halva væri nóg. Það eina sem þeir höfðu á mig, það sem þeir gott að hanga mig á, þá þeim fannst bara ég ekki nógu skemmtilegur. Svona stælar, sko. Maður átt að sig ekki á svona dellu, sko. Nú nenn ég ekki þessu naggi og nú ég farinn. Komdu, Raggi. Já, einhvers stað verður maður náttúrulega að vera á svona. Við erum náttúrulega fínir pallar saman og svona. Má ekki kalla þið bara djössa. Jú, þér er náttúrulega anskotan saman það. Þannig að það er svona smá látbragðsleikur svona hérna. Þannig að hvað er ég að gera núna? Veit það ekki. Ég er að múna. Bíðum nú hægir hálsar góðu. Heyrði ég spaugað í þessari skjóðu? Nei, það held ég ekki allavega. Elskan mín, ég heyri prýðilega. Ég ætti þá kannski ögnadoka. Ertu með spaugstofumenn í poka? Komdu ekki nálægt kölska fjandi. Kelli mín, þeir eru á mínu bandi. Því að víst er það ég og engin annar sem aðhlátursefni manna hannar. Ég rekn út vexti og rukka skattinn. Hvað rekur upp vein? Nú ég er skrattinn. Í þinginu á ég örugt sæti. Alltaf á nefndarfundi mæti. Er bankastarfsfólkið blanka grætur, þá bankastjóratir kjarabætur. Því allt er sjónhverfing, svími reykur og sjálft er lífið eitt skrípaleikur. Og þannig gæti ég gasprað lengi og gef mér nú væna þessa drengi. Guð, forðaðu þeim frá þessu fríki og fyndu þeim stað í himnaríki. Á fjallinu leynast 100 hættur og hér er gamall kunningi mættur. Nei, þetta næst sko ekki nokkur átt. Já, nú hringi ég í þjóðsáluna. Halló? Já, halló! Já, góðan dag. Já, ég segi nú mínar farir ekki sléttar. Já, þannig var máli vexti að ég sankaði alveg svolítið bensíni þarna fyrir verkfallið. Nú, sem er nú kannski ekki frásögu færandi, en síðan var ég fyrir smá óhappi. Og hvaða óhapp var það? Það skiptir ekki máli. Víst skiptir það máli. Hvaða óhappi varstu fyrir? Nú, ég var bara fyrir því að deyja smávegis. Deyja? Ertu dauður? Já, ég er alveg steindauður. Ég er með vottorð upp á það. Og ég er alveg orðin 100% öryrki. Já, og vegna þess að ég er ekki lengur á lífi, þá get ég alls ekki notað allt þetta bensín sem ég á. Þess vegna ætlaði ég að fá það endurgreitt. Ég sé nú ekki alveg hvað er svona fyndið við það. Þú skilur ei hví mér finnst það fyndið. Nei. Fjandinn. Lagaðu á þér bindið. Þar hljóstu á þig heldur betur. Hélst að þú fengir litla Pétur til að rétta af þitt amstur og endurgreiða þér bensínhamstur. Hvað er að því? Nú aðeins þetta. Þú skalt ei láta í hug þér detta að yfir þér brenni englar músum. En engillinn tók við 4 brúsum. Er þetta satt? Já, eftir múður og argaþras, nudd og japl og slúður endurgreitt hann mér það allt saman. Þótt ekki virtist hann sæll í framan. Ekki greitt hann þó allt með tölu? Nei, einn er eftir, hann er til sölu.
Hefur þú áhuga? Hægan, hægan. Hér skortir ekki vilja nægan. En sömdum við ekki einu sinni aðgang frjálsan að sálu þinni. Heldur að ég sé einhver auli? Elskan mín, hættu þessu gauli. Sál þína vil ég krysta og knúsa. Ég keypti hana fyrir bensínbrúsa. Nú, hér brúsinn og hér sálinn, en heyrðu mig, við skulum ræða málin. Nú keppum við, setjum hér sál mín að veði og sá sem tapaði veit aldrei hvað skeri. Ef að þú vinnur, áttu veði í mér hálfum, en vinni ég tilheyrir öndin mér sjálfum. En ef að ég tapa, það akkúrat öfugt og ef það jafntefli kallast það göfugt. En ef að þú tapar, þá aftur við kljáumst. Já, einmitt. Ég tapaði, búið, við sjáumst. Býttu, ég var ekki tilbúinn.